Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góður gestur, Kjartan Orri Tórsson, Austurlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Íran. Þú ert hingað komin til þess að svona, kannski stikla á stóru í því sem að stendur upp úr í umræðinu og þessari deilu innan gæsalappa við Trump við klerkastjórnina. Það sem að hefur kannski og ástæðan fyrir því að mér langaði svolítið að kalla þig hingað þessi upplýsingaóreiða og kannski líka skortur á góðum upplýsingum í fjölmiðlum það sem að eiga sér stað. Það eru kannski engar svona breaking news í dag af þessu en það eru viðræður í gangi og það búið að stilla upp herskipum og flaugum víða um heim með það markmiði að hefja bara svona drónaárásir, langdrægar skotfluga árásir. Hvernig horfir þetta allt saman við þér? Já, þetta náttúrulega bara búið að vera erfitt að fylgjast með í raun, bara frá áramótum, þar sem að það kom mikið efni hana í byrjun janúar og mikið að gerast í svona mótmælum í Íran og og maður hefur eiginlega búin að hefur verið að bíða svolítið eftir að sjá svona hvað gerist næst vegna þess að þar fannst mér nú vera alveg skýrt að það væru svona stórvægilegar breytingar í kortunum í raun innan Írans sko. Þannig að mér finnst við vera að sjá svolítið framhald af því núna. Nú þau mótmæli snerist náttúrulega byrjuð út af einhverjum svona efnahagsmálum þar sem að í raun blanda mjög miklum efnahagsþvingunum sem að Vesturlönd og Bandaríkin voru að beita Íran, voru farin að býta íranskan efnahag mjög harkalega, sko blandað í bara spillingu og svona vankunnáttu einhverja í efnahagsmálum hjá íranskum stjórnvöldum sko, sem að vera að skila sér í mjög erfiðu ástandi fyrir íranskan almenning sko, og ofan á náttúrulega svona langa sögu af því að fólk hafi verið ósátt með stjórnvöld þar sko. Og þá náttúrulega og það er efnahagsástandi sem að kveikir þá einhvers konar púðurtunnu af mótmælum og þá erum við að sjá í raun svona, hvað var að segja svona viðbrögð og mótmælin öll svo sem á einhverjum skala sem að við höfum líklega ekki séð áður og ástæðan fyrir því að við þurfum kannski að setja orðið líklega þarna er að eins og þú segir að sko óreiðan hefur verið rosaleg svona tölur til dæmis fallina tölur þáttakenda í mótmælum er eiginlega ómögulegt að segja til sko. En svo sem vitum að það er stórt sko og getum svo sem dreigð það út frá svona því myndefni sem við höfum séð sko, eitt sem við getum nefnt er að mikið af þessum mótmælum átt sér stað í myrkri, það er að segja nótt sem er mjög óvanalegt með að við svona þessa írönsku mótmálsögu sem að svona við getum túlkað á alls konar hátt en það er allavega einhver breyting sko. Og svo vorum við að sjá svo sem bara svona töluvert magn af líkum sko út allt og svo vitnisburður úr heilbrigðiskerfinu það sem að sko töluna fóru upp í mörga tugi þúsunda fallina í þessum mótmælum og þeirri mótmælöldu þar sko. Og svo það fer náttúrulega svolítið svona tvennum sögum af því hverjir séu svona vondukallarnir í þessu samhengi, hverjir eru það raunverulega sem eru að mótmæla og við hverju eru stjórnvöld að bregðast og það er þetta sem að svona hefur svona þvælst ansi mikið fyrir fólki réttmæti þess að berja niður byltingar með það að leiðaljósi að kannski það slasist færri eða verði ekki eitthvað svona eitthvað, ég veit ekki, einhver allsherjar upplausn eða hvort að þetta sé klerkastjórnin að sýna stálnefan og svona ég myrða þá borgara sem ætla að haga sér illa. Einmitt.
Sko, já, og bara eiginlega margt getur verið satt á sama tíma í raun náttúrulega sem við kannski endum á að taka saman henni í lokin, sko. En sko, það sem er náttúrulega svona alveg skýrt í raun er að sko, svona samfélagshreyfingar innan Íran sem hafa barist fyrir einhvers konar umbótum og úrbótum á kerfinu og svona, þar hafa alltaf harkalega verið barðar niður af stjórnvöldum, sko. Og þú veist, í gegnum tíðina bara, þú veist, rétt fyrir aldamót og okkur svona, þá snerist það allt að breyta kerfinu innan frá í raun, bara opna svona rosalega basic kröfur, langar mig að segja, bara, þú veist, við viljum geta gefið út efni í blöð og svona dót sem að, þú veist, okkur fyrst áhugavert, við viljum fá meira frelsi hér og þar og svona, bara svona mjög svona hófsamar kröfur, myndi ég vilja segja, og svona innan kerfisins, það sem að kannski ekki vera að kalla eftir hausum á stilgum að þú veist að vera umbylta kerfinu þannig séð, sko, og það hefur verið svo sem svona tónn í fyrri mótmælum og en því hefur alltaf verið mætt mjög harkalega, sko, og mögulega með hótunum svona bara, já, kerfið í raun svona að þú veist armar kerfisins taki yfir frjálsa armakerfi, þetta náttúrulega flókið stjórnkerfi og einhverja raddir sem tala á móti hver annar eða sem með þetta sko íslamska lýðveldi í raun, það sem að sko fólkið á að fá að segja sína skoðun en þá er ekki þetta hrindin í framkvæmnum að hún sé þóknanleg guði einhvern veginn, er hugmyndafræðin á baku þetta stjórnkerfi og það er náttúrulega, já, hver á túlka vilja Guðs og hvernig sjáu hann einhvern veginn og það er það sem að, já, stjórnvöld hafa í aftur en ekki misnotað líklega. Þannig að við sjáum náttúrulega sko að stjórnvöld eru með langar sögu að brjóta niður eðlilega mótmæli sem hafa kannski verið með hófsamar kröfur og eitthvað svoleiðis og svo höfum við bara séð þróun að vera þannig að kröfunar hafa orðið meiri og svona drastískari og fólk hefur mist trúna á því að það sé hægt að breyta kerfinu eitthvað innanfrá, sko. Við sjáum þetta bara í svona kosningaþátttökutölum, það sem við erum að sjá bara, þú veist, já, hann í kringum aldamót voru bara, þú veist, var mikil kosningaþáttaka í forsetakosningum til dæmis og þá, sko, mikið af fólki á bakvið umbótað sinnaða frambjóðendur og frambjóðendur náttúrulega þurfa að fara í gegnum þetta ráð sem að velur og hafnar frambjóðendur svoleiðis, þannig að það er ekki frjálst að bjóða sig fram og já, en við sjáum sko mjög mikla þáttöku þar, ég heldur að það er bara upp í 90% sko, kostningar bara fóru þarna og studdu mjög margir þennan frambjóðenda sem var svona umbótað sinnaður yfir í svona nýjustu kostningarraun þar sem að sko þetta vaktmannaráð sem að velur frambjóðendur hefur gengið mjög hart fram ekki hleypt í raun neinum sem að er hægt að túlka á neinn hátt sem neina ógnun við eitt eða neitt innan kerfisins og þá sjáum við kosningaþáttökuna hrapa gríðarlega mikið, sko, sem að bendir náttúrulega til þess að fólk hafi mist trúna á þessu kerfi, sko. Þannig að mér finnst mjög svona, það er mjög hæpið að ætla að fara að svona tala eitthvað á móti því að það sé ekki sko veruleikinn þarna í Íran, sko, og svo er nokkuð skýrt bara, þú veist, á síðustu árum hafa svona, ég meina, við erum að tala um hérna mótmæli sem átt sér stað, þú veist, í kringum 99 aldamótin. Við fáum svo aftur stór mótmæli 2009 það sem er aftur verið að svona kallast eftir sko frjálsum kosningum innan kerfisins og svo fyrir við aftur að sjá svona mótmæli, þú veist, bara 2017 og 19 sem var svona kannski aðeins stærri og svo þessi stóru mótmæli sem var að hana, já, er ekki 2022 það sem að Women Life Freedom Já, ég hefur svolítið fengið þannig, sko, og þá sjáum við þessa breytingu svolítið vera til að þá er ekki endilega verið að kalla henn þá eftir, sko, að kannski deyr vonin þar í raun, það sem að þú veist að það er líka mjög svona hófsum krafa í raun, bara við viljum ekki vera neittar til að hylja hár okkar til dæmis og íslamska lýðveldi svona eða stjórnvöld þar ná einhvern veginn að ekki verða við því, sko, og þá sjáum við kannski hennar nýja tón núna það sem að það er raun fólk virðist ekki sjá neinar leiðir innan kerfis fyrir sig til að lifa, sko, því að þá erum við líka að sjá að efnahagurinn er alveg komin í rugl, þú færð ekki einu sinni mat í magun og þakka yfir höfuðið fyrir það að svona lúta þessum ströngu
kröfum stjórnvalda þá hlýtur eitthvað svona að gefa undir. Gefa eftir, já, og það svo sem að, þú veist, tóninn sem við höfum svolítið verið að sjá hérna og þú veist, og við erum að sjá hérna þessar stóru hópa safnast saman á nóttunni einhvern veginn og svona, þú veist, og við erum að sjá alveg nýjan tón hérna. Hefur það komið eitthvað fram svona hvers vegna þetta gerist á nóttunni, er það vegna þess að, ég veit ekki, fyrsta sem ég datt náttúrulega í hug var bara að það væri bara rosalega heitt í Íran akkurat núna? Nei, þú veist, ekki, veturinn er kaldur sko. Veturinn er kaldur en hérna, já, þannig að maður svona, hvað er svona í óskapunum fer þetta fram á nætuna? Já, ég meina, þú veist, þetta er bara ekki eins svona, þú veist, þetta er kannski orðið, já, hvað að segja, þú veist, þegar þetta er orðið svona gegn kerfinu einhvern veginn, þá þarftu kannski þá þarf þetta kannski eiga sér stað í skjóli myrkurs líka, sko, og svo er það nú annað sem að svona stjórnvöld hafa verið að þróa svolítið samhliða þessu, sko, að eftir að þessi stóru mótmæli, það sem að var skýr krafa að þessi svona hérna siðgæðislögregla ætti ekki lengur að vera já, bara berja konur oft út á götu fyrir að vera ekki að hylja hár sitt, sko, að þá í raun verða stjórnvöld við því leita að þeir leggja niður siðgæðislögregla en fara raun að þróa nýjar aðferðir til þess að hérna taka á þeim málum, að þá til dæmis verða svona vídeó hérna upptöku búnaður svona staðal búnaður í raun, sko, á bæjum og borgum úti, sko, en það getur líka, þú veist, það er nýtt, skilur mig, að svona þeir hafa bætt svolítið mikið í það út frá þeim mótmælum einhvern veginn, þannig að við vitum að svona að íslenska lýðveldið er með svona nýtt verkfæri í sínu valdbóðs kassa einhvern veginn að hérna að það er það kerfi einhvern veginn að hérna að geta. Svo bara svona eins og við búum við því. Já, en kannski nýtt á annan hátt, sko, og það getur verið eitt af þessu, skilur. En þetta, hérna sem við nefnir, þetta hérna hljómar og þetta kannski líka bara, þetta svona lífræn þróun, ég meina í landi þar sem að hérna það bara ríkir ekki einingum stjórnarfar og það séu mótmæli og átök jafnvel og þar fram til götunum, en svo er það sem að hérna er kannski hérna svona annar núans í þessu er svo allt í einu þessi gríðarlegi áhugi Bandaríkjanna á hérna því að koma klerkastjórninni frá og þess að þetta að nota mannréttindabaráttu einhverja hópa í Íran til þess að ráðast inn í Íran og hérna það er svona þetta sem að kannski svona vefst svolítið fyrir fólki og mörgum, nú hef ég talað um marga aktivista og vini frá Íran og þeim ber ekki öllum saman það, ég meina fólk er bara ekki sammála eins og gengur og gerist, en hérna og sko hvort að það sé þá mikilvægt að styðja við bakið á íranskum stjórnvöldum og meðan að þeir eru að takast á við hérna Bandaríkin eða hvort að það er einhvern veginn að já, í rauninni þá er þetta er mjög núansað og við erum svo gjörn á að hérna svona vera, svona fara í eitthvað svona skautur, við erum svona polariseringu hérna á Vesturlöndum að við þurfum einhvern veginn alltaf að finna vondakallinn og góðakallinn til þess að halda með og svo hérna þannig að svona út frá því þá, og allur fréttaflutningur hann einhvern veginn svona byggir svolítið upp á þessu þannig að það er mjög erfitt einhvern veginn að mynda sér skoðun og svona skilja í rauninni hérna hvað er að gerast. Já, og það er rosa flókið að finna og það er svo sem kannski líka það sem að í rauninni mótmælendur í Íran standa frammi fyrir, það er rosa flókið að finna þetta svona lífvænlega alternatív, sko, við núverandi stjórnvöldum, sko. Þú veist, hreyfingar, ég meina allar stjórnmálahreyfingar hafa náttúrulega verið kæfðar alveg bara lengur heldur en íslamska lýðveldi hefur verið til þú veist, það var bara hart tekið á kommunistum hann að bara, þú veist, sérstaklega upp úr 50 og eitthvað, sko, og þú veist, öll svona, þú veist, skipulaða vinstri sem var mjög skipulagt og mjög öflugt, þannig að, þú veist, upp úr seinni heimsstyrjöld og allt þetta, það er náttúrulega fer að hverfa þarna á 50 og 60 og sko, og er svona alveg horfið þarna þegar byltingin á sér stað og það er kannski einn ástæða fyrir því að sko að íslamska lýðveldi verður til í raun, sko, það er svona kannski, það er styrt af svona já, það er raun svona eina, hvað ég var að segja, svona systematíska apparatið einhvern veginn, sko, sem að svona, þú veist, það er þetta svona mosku svona network einhvern veginn, skilur, sem að er í gegnum all landið, fattur að því að, þú veist, allir
stjórnarflokkar voru náttúrulega bannaðir þá allt svona samfélag borgara þú veist var ekki til einhvern veginn, þannig allar svona hreyfingar kannski áttu sér ekki stað sko, og það er þess sem kannski enginn sá þetta fyrir að byltingin ætti sér staðan 79 sko, var að það sá enginn þetta afl sem sko lífanlegt stjórnmálaafl einhvern veginn fyrir en að það var það og þá var of seint að bregðast við því fyrir þávarandi stjórnvöld sko. Og við erum kannski bara smá stöndum uppi með sama situasjón núna í raun sko, það sem það er erfitt að sjá svona eitthvað stjórnmálaafl eða sko, já, sem að hefur sko, já, innviði og networkið og svona þáttökuna fólksins sko, til þess að geta tekið yfir stjórn landsins einhvern veginn. Sem að gerir rosalega erfitt fyrir sko fólki einmitt að velja sér eða þú veist, velja sér einhvern til að halda með og allt þetta sko já, ég meina þú veist og ég meina, þú veist, núverandi stjórnvöld náttúrulega búin að fremja gríðarleg mannréttinda brot, trekk í trekk sko, þó að ég treysti mér ekki til að fara með einhverja tölur í núverandi sko mótmælaöldu einhvern veginn, en við vitum að ástandið er búið að vera mjög slæmt og þau hafa verið að sko bræðast mjög hart við og við erum að heyra frásagnir af því að bara að hernum sérun svona, að hernaðar armi einhverjum sé svona sleppt á borgarana og mótmælendur sko, og erum að sjá alls konar efni sem að styður við það sko og svo erum við líka í þeirri svona skrýtnu stöðu að helsti já ég veit ekki hvað við hefum að kalla hann sko, svona þessi helsti möguleiki í raun sem að hefur nefndur á nafn náttúrulega sem svona svar við íslamska lýðveldinu er fyrrum krónprins sinn sem að Reza Pahlavi sko, sem að hefur búið í Bandaríkjunum síðan ég held 1980 sem hann byrjar að búið þar sko, eftir að hafa verið í einhverju svona hraki eftir að föður hans var komið frá sko. Einmitt. Og þá var hann svona að skriði 20 sko þannig að hann er búin að búa í Bandaríkjunum síðan þá sko og núna já, sittum við í raun svona upp með það að það er farið að kalla eftir því að hann komi þarna sem einhvers konar afl og svona, ég meina hann segist vera það afl sem er kallað eftir og það er vissulega rétt að við sjáum kallað eftir honum bæði á myndböndum frá Íran og svona veggjakróti og alls konar, þó hefum líka heyrt alls konar blameringur að eitthvað því sé svona AI generata, við standum náttúrulega líka frammi fyrir því sko, en það er alveg skýrt og maður sér það líka bara þú veist, ég sé það líka bara á þeim sem ég er með á Instagram sem eru, þú veist, innan Íran sem eru líka að posta einhverju svona dóti að það er ákveðið ákall eftir því að hann komi aftur sko nú og hann náttúrulega talar að koma hann inn sem einhvers konar leiðandi afl að því að fá lýðræði í Íran sko og það, þú veist, á yfirborðinu hljóma náttúrulega bara rosa vel að fá einhvern sem er sameinandi táknmynd fyrir Írani til þess að koma hana og koma af stað, þú veist, lýðræði. En svo er eitt í þessu að því að við vorum að tala um að sko, já, svona eina ástæðin fyrir því að fólk rís upp núna er vegna þess að það bara er svangt og það eru náttúrulega, það eru aðrar ástæðir fyrir því en það eru náttúrulega þessi gríðilegu viðskiptaþvinganir sem hafa verið á Íran. Já. Þannig að þetta er svona, eins og ég segi, þetta er svo marglaga og maður velti fyrir sér sko hvað af þessu er okkur sjálfum að kenna sko, einhvern veginn eða vestrænum löndum og bandalagsþjóðum Bandaríkjanna og svo hvað er sko svo bara innri barátta? Já, ég meina þú veist, ok, við vorum að tala um hana, ef við tökum prinsinn aðeins og förum líka aðeins fyrir prinsinn eða hvað maður kalla hann skilur og skoðum það aðeins að hljómar vel á yfirborðinu og hann komið hann inn með eitthvað þú veist, hann var samt í einmitt opinberi heimsókn eða þú veist, opinberi og ekki opinberi
í Ísrael og var heimsækja Netanyahu þú veist, í raun, ég held að hann verið stuttu áður en að stríðið þar hófst allt og 7. október dæmið allt saman. Þannig að þú veist, við sjáum alveg hvar hann einhvern veginn og þú veist, hann verðist líka verið einhvers konar samtali við, eða þú veist, er mjög auðvelt að halda því fram líka einmitt hans í þeim vasa, sko, Netanyahu Trump vasanum einhvern veginn, þó að Trump hafi hann ekki viljað koma með einhverju svona, hann hefur ekki viljað hitta hann til dæmis en eitt svoleiðis, sko. Og bara líka, þú veist, ég meina það er hægt að lesa það sem að pappans skrifaði líka þegar hann var keisari hann á sínum tíma sem að hann talar náttúrulega það að lýðræði sé náttúrulega góð, gild og frábær hugmynd og rosalega gott að fá það til Írans en að Írans þjóðfélag sé náttúrulega ekki tilbúið undir það, sko, sem náttúrulega svona bara blað úr bók einræðisherra náttúrulega, sko, þannig að ég meina, ég ætla ekki að saka hann það, náttúrulega, þú veist, þennan krónprins einhvern veginn, en maður har heyrt þetta áður, skilurðu, þessa svona orðræðu einhvern veginn, ég ætla að vera kyndilberi nýra tíma og lýðræðis í Íran, sko, og svo kannski sjá eitthvað allt annað, sko. Og þetta er náttúrulega sem að fólk þarf náttúrulega vega að meta einhvern veginn þegar það sér aðstæðunar hann að skilur og það eru náttúrulega margir, ég meina, þetta eru ógeðslega margir Íranir sem búa utan Írans, þannig að þeir get ekki búa þar líka. Og það er náttúrulega líka kannski fólk sem að þú ert í samskiptum við, skilur og það eru náttúrulega margir innan Írans sem að einmitt geta ekki búið við það ástand sem er þar akkurat núna, sko. Og það er bara rosalega flókið að ætla að sjá, þú veist, leiðina út einhvern veginn. Við erum búin að prófa að reyna að breyta kerfinu innan frá, það virkaði ekki og hefur ekki verið að virka og hefur, þú veist, maður hefur séð þetta fara í raun bara í verri átt núna sem er svona íhaldsöfl að vera að ná miklu meiri völdum heldur en, sko, þessi umbótaöfl sem voru þó kannski kosin á þingið en náðu ekki endilega málum í gegn og allt þetta, sko. Þannig að, þú veist, maður er búin að skynja ákveðna uppgjöf núna alveg í, ég veit ekki, alveg 4-5 ára minnstakosti, sko, alveg svona, hvað er að fara að gerast núna, sko. Þótt þess að búið að vera kannski í gangi í svolítið lengri tíma, sko. Og svo er það, þú veist, þess að segja, þú veist, ég meina Bandaríkin og þeirra sem hafa náttúrulega líka í raun virðist vera að hafa fundist svona ágætt að hafa þennan óvinn í Miðausturlöndum sem Íran, sko, sem er þú veist, talandum svona þessa tvíhyggju og polariseringu og allt þetta dæmi, sko, að maður fær líka alveg tilfinninguna að það hafi svona verið þeirra hagsmunir að hafa einhvern annan vondakall, sko. Og við sjáum það bara á því að þegar umbótaöfl hafa komist til valda í Íran að þá hefur ekkert gengið neitt sérstaklega vel að semja við Bandaríkjamenn og þú veist, og það er bara einmitt upp úr aldamótum að umbóta sinnaður forseti í bjartsýninni þar sem að vildi koma af stað einhverju samtali milli heimsvelda að honum var lítið ágengt af því að, þú veist, Bandaríkjamenn mætti ekki endilega á þess að fundi hann í Sviss sem hafa búið að skipuleggja sendinefndina þar einhvern veginn voru skrópuð. Þannig að það hefur verið rosa erfitt og ennþá nærtækara dæmi er náttúrulega þegar að búa að keyra í gegn þetta kjarnorku samkomulag 2000 í tíð Obama að sem að var náttúrulega í raun, ég meina við kannski sáum svolítið mikið strögglið sem að, sko, bandarísk umbótaöfl í raun þurftu að hafa fyrir því að fá þetta í gegn að semja við Írani og þar voru íhaldsöfl þar sem að töluðu að það væri ómögulegt, það var ekki hægt að semja við Írani og allt eins og það var, sko. Það er raun og sama sem var í gangi innan Írans að það voru kosin umbótaöfl sem að fara inn í þetta sama og það eru íhaldsöflin sem að halda því náttúrulega fram að það sé ekki hægt að treysta á Bandaríkin í neinum samninga viðræðum og þeir svíki allt. Kannski það sem að sagan hefur svolítið svona kent okkur. Það er sem að gerðist náttúrulega. Svo kemst Trump til valda, sko, þá er þetta, sko, allt slitið og rifið og fer allt í rugl, sko. Og við skiptaþingur honum beint og ég meina, já, það hafa náttúrulega aðalega verið að sko býta almenning í Íran og við sjáum það og þetta er náttúrulega búið, þú veist, þessar viðskiptaþingar er náttúrulega búin að vera þú veist, meira og minna bara síðan íslamska lýðveldi var til einhvern veginn, þannig að þetta er einhver 50 ára prósess, sko.
þó að það er að vissulega orðið töluvert harkalegri núna hérna í byrjun síðasta árs sko. Þannig að þú veist já, hver er ábyrgðin náttúrulega, þú veist já, það er mögulega hægt að þú veist, halda því fram að staðan væri allt önnur ef að umbóta öflin hefðu svona náð kannski alþjóðasamfélaginu á sitt band þarna áður fyrr, skilurðu. En ég meina, íra stjórnvöld hefði getað breytt allt öðruvísi, bandarísk stjórnvöld hefði getað breytt allt öðruvísi, skilurðu, þannig að það eru náttúrulega margir faktorar sem að spila þarna inni og við erum að enda með eitthvað ástand sem er ansi slæmt, sko. Þetta er nefnilega mjög slæmt. Og þú veist, það sem við sjáum núna náttúrulega, og þú veist, ég meina, ok, við erum búin að fara yfir svolítið ástæður mótmælana svona innan Írans einhvern veginn og hvernig það á sér stað. Allt við erum aðeins komin með þennan innlenda faktor þarna sem er krónprinsinn fyrrverandi, sko. Og svo erum við náttúrulega líka að tala um að þú veist, og það sem íra stjórnvöld náttúrulega skýla sér alltaf á bakvið, og svo sem ekki bara þau, við sjáum það svona kannski líka í Bandaríkjunum er að segja, er að þegar það eru svona mótmæli eins og í þessum mótmælum að þá er því kennt það eru ísraelskir agentar og bandarískir sem eru þannig á göttunum og þetta er allt Mossad sem er að plana þessi þú veist, já, eru með óeirðir og allt þetta sko sem að sko ég meina, ok, þegar við erum búin að skoða þessa mótmælasögu innan Írans þá vitum við að það getur ekki verið satt nema upp á mjög litlu leyti það getur væntanlega ítt undir já, það er það sem að þeir hafa svo gert í raun sko, þú veist, þessi ísraelsku og bandarísku, þú veist, stjórnvöld hvað, hann var hann að Pompe og Görinn með hvað gerði hann þetta, hann tvíta einhverjum svona, það fyrir möturíkisráður, hann tvíta einhverjum svona gleðilegt nýtt ár til allra mótmælenda í Íran og Mossad agentana sem eru á göttunni í Teheran einhvern veginn, þannig að þú veist, þeir eru svolítið að spila inn í svo er verið að spila inn í þannig að maður færi einmitt frekar spila inn í mikilvægi sitt í rauninni í þessari baráttu sem er að eiga sér kannski organíst stað. Já, og maður verið kannski frekar finna fyrir því að það sé taktikinn sko, að því að þú veist að það sé svolítið verið að búa til þessa svona polariseringu í raun sko, og það sem að Trump fyrir svo, hann gengur náttúrulega lengra og fyrir að tala um bara kláraði málið, hjálpin er að koma sem hann segir í janúar þannig að við erum að ræsa byssunar þú veist, hvað sem hann segir og gerir svo í rauninni, hann er að flexa allt í kring. Ég meina, þú veist, hann gerði það ekki þá skilur, ég meina, það er það sem að gerist þetta er það sem hann fór að tala um úrslega mikið hann fyrir, hvað er ekki 8. og 9. janúar sem að við vitum að svona stærstu mótmælin og í raun stærsta svona fjöldamorðin áttu sér stað innan Írans sko, þú veist, þá er búið að kynda svolítið upp í þessu, farið á götunar, hjálpin er að koma sko, og svo eru bara fólk virðist vera stráfellt út á götu og náttúrulega engin hjálp sem að berst sko, en svo er núna einmitt komin eitthvað fullt af herskipum í flóan og hann í kring sko, en maður svona fær kannski að tilfinningunum einmitt að þetta sé einhver samningataktík frekar en sko kannski er það bjartsýni, ég veit það ekki frekar en sko að við séum að fara að sjá einhver svona stríðsátök beint sko, en að því að maður svona hefur náttúrulega áhugjur því að þú veist að það er raun ekkert svona aftur ein bein leið til að vera eitthvað svona, við tökum bara þennan út og þá er þetta búið einhvern veginn, þannig að við erum einhvern veginn alltaf að sjá að mestar líkur á því að svona stríðsátök myndu dragast og það sem þetta snýst yfirleitt sko, auðlindur og landsvæði það er svona í grunninn og bara svona, þú veist, þetta er svona imperialísk taktík að búa til óreiðu og kynda undir óánægju með því að sko svelta fólk og þannig að verði svona hver hendin upp og móti hver annari já, ég meina, og þú veist, og við erum líka að sjá kannski, þú veist, það er stutt síðan að Ísraelar og Bandaríkjamenn svo til síst hann að koma inn og gerðu árásir í Íran, sko en þá til dæmis samhengi var náttúrulega allt annað sem að það er raun svona frekar hvað að segja, svona já, ok, það má svo sem argumentar aðeins en svona
formálið var frekar skýrt að það var að svona stöðva kjarnorku áætlunina einhverju leyti, svona alltaf, þú veist, hvort það tókst eða ekki eitthvað sem við vitum ekkert alveg og þú veist, hvernig ætlar að stoppa það og þú veist, hvernig ertu búin að ná þessu markmiði en það var kannski svona það var með þessar hérna, svona targetuðu árásir og hægt einhvern veginn og þú veist það var hægt að það var þessi stóra árás á þetta kjarnorkuver sem var búið að hóta hann í nokkra daga einhvern veginn, það sem var hægt bara negla því út og þá var þetta bara búið einhvern veginn en maður sér ekki, þú veist, það sem að núna er verið að tala bara að það þarf að skipta stjórnvöld í Íran, við ætlum að gera árásir til að skipta stjórnvöld í Íran. Akkurat. Og það er ennþá óljósara heldur en sko að... En við sáum þetta gerast í Sýrlandi. Þar sem að núverandi forseti Al-Shara og svona hans fólk þykir svona hafa verið ansi hlýðholt kannski í Bandaríkjunum og það eru einmitt svona margir núansar í því en það er... Já, þá ertu samt að tala sko 10-15 ára prósess eða eitthvað skilur sem er þú veist það sem er búið að vera stríðsátök og eitthvað svona, þú veist vandræði í gangi einhvern veginn, þannig að þú veist, þú eru kannski að horfa á það líka, sko. Sérstaklega þegar við erum ekki kannski með neitt sérstaklega skýrt kerfi sem getur raun tekið við. Við erum með hana einn mann sem er þú veist, krónprinsinn fyrrverandi einhvern veginn, þú veist, að því að fylgir honum í raun ekkert kerfi beint, skilur, það er það sem að gera mann pínu skeptískan á að þetta geti gengið upp líka þó að fólk myndi vilja það einhvern veginn. Hvað sér fyrir sig kannski eitthvað svona herforingja stjórn mitt í... Já, svo er það annað, skilur og það er þá í raun þú veist, þá erum við að fara að tala um eitthvað svona spektrumið á því hérna, hvað eru stjórnarskipti einhvern veginn að því að í raun allir svona hernaðararmar hafa verið, eða sko íslamska lýðveldi og kerfi þar hefur verið nokkuð sterkt að því leita að það verður haldið rosalega vel saman og þú veist það er með það sem maður hefur spáð kemur einhver hefur spáð í þar að segja, kemur einhver svona herforingi þarna og þú veist ég meina aðeins leiðtogarinn er hann gamall, kerfið er orðið eitthvað svona grillað úr sér gengi einhvern veginn, er það kannski bara einhver lausn einhver svona sterkur herforingi stíði fram og taki völdin einhvern veginn. Ég var spá fyrir því. Ég þór fyrir ekki, sko. Eða sko, að því að það maður svona, sko, ef maður skoðar bara svona það er alltaf einhver leiti líklegast. Já, það er svona langlíklegast. En við höfum ekki ennþá séð neinar sprungur í þessu kerfi. Eða kvennarhreyfingin, það verður nú svolítið fallegt. Já, en svo er svo sem það sem hún hefur sem styrk, sem er kannski veikleiki þarna, hún hefur ekki endilega haft, sko, andlit og svona, þú veist einhvern leiðtoga þar einhvern veginn til dæmis sem að hérna var kosturinn í mótmálunum á sínum tíma líka gallinn einhvern veginn að þú veist það var ekki hægt að semja við neitt einhvern veginn eða þú veist það var heldur ekki hægt að einhvern veginn handtaka einhvern veginn og taka hún umferð skilur að þetta var svona fjöldarhreyfing þannig sko og hérna og það var, þú veist, ég veit ekki hvort að við hefum einhver fordæmi fyrir svoleiðis heldur, sko, það sem að einhver svona fjöldarhreyfing án andlit tekur yfir stjórn, sko og þú veist. Þetta er mjög merkileg tilhörn og örgulega kannski bara betra en margt annað. Já, ég meina, þú veist, ég held að við heldur ekkert endilega verið að sjá, sko, allavega svona í síðari tíð einhverja útlæga prinsa koma og taka við, skilur eftir að þú prófa eitthvað sem á að heita lýðræði þó ekki verið það, sko. Þannig að þú veist, þetta er margt sem er fordæmalaust þarna sko en auðvitað er náttúrulega einhver leiti svona líklegt að einhver svona armur innan stjórnkerfisins taki yfir stjórninni áður en yfir líkur sko og ég meina já, þú veist, ég meina þessi æðsti leiðtogi sem að spurning hvort að þú veist, fólk hefur hort til Venezuela sé þarna toppinn vera tekin út þar hvort að það sé eitthvað hægt í Íran líka sko þú veist ég fara að fljúa bara með hann til New York í næsta klefa já, þú veist, ég sé það ekki nei, þú veist, maður sér það eitthvað ekki í gangu upp en það er líka bara vegna þess að við vitum alveg hvað tekur við, það breytist ekkert þetta snýst nefnilega ekkert að hjálpa almenningi endilega í landinu sko, þetta snýst allt annað og það er kannski þar sem að maður svona óttast að þetta endi einhverstaðar og ég menna hann líka náttúrulega deyr á einhverjum tímapunkti
þú veist Ég menn þetta gamall maður. Já, hann ekki mér finnst þess að hann sé bara orðið nýraður allavega sko, þú veist, hann er svo gamall sko og bara búin að vera þú veist, bara með heilsubresti í gennum tíðina og allt þetta sko og þú veist, þannig að við erum farin að spá í líka einhverju svona momentumi í raun sko, þú veist, við erum farin að spá fyrir hvað gerir sko, þú veist, hvenar fellur hann frá, að því hann gerir það náttúrulega og hvert verður samhengið þá og hver, þú veist eru mótmæli í gangi akkurat þá eða þú veist, er eitthvað hægt að kapitalisera á því er þú veist, hvernig verður umhorfs þar einhvern veginn þegar það er og svo náttúrulega bara, þú veist og hversu, þú veist, svo bara einhvern veginn Það sem eru óttast þetta kannski helst í þessu samhengi með Trump á komin svona með fingurinn á takkan og þetta Ísrael sem að ég talar nú bara mjög opinskátt að ætla sér greitir í Ísrael og þú veist, og ég meina Íranir eru þeir sem hafa kannski svona helst staðið í vegi fyrir því að þeir hafi náð að sækja fram af miklum krafti og þunga og þeir hafi ætlað sér svona síðustu ár og þannig að maður hefur svona áhyggjur af því að leið og klerkastjórnin fer frá og það er þessi núan sem er svolítið svona erfitt að gera upp við innan í sér sko að hvort að sko ég bara í rauninni löndin í heiminum og fólkið í heiminum, hvort að við ættum einhvern veginn svona standa vörð í fullkomnum heimi, það er að segja klerkastjórnina á meðan á þessum svona hvað ég segja, deilum og meðan þær eru í fullum gangi og svo kannski gerist hitt bara svona lífrænt sko, innanlands Það er þessi tilneyingi mitt að vera alltaf með fingundar í öllu. Já, en ég meina, en svo hefur það ekki verið að gerast, sko. Nei. Og þú veist, við endum líka alltaf bara með, þú veist, talandum að... En það er að því að það eru líka alltaf, það eru allir svona ofan í hálsmálunu á Íran. Já, hafa alltaf verið, vissulega, sko. Það er alveg rétt, sko. Og það er eitthvað svona, þú veist, þetta er það sem að svona, ég náttúrulega íransk stjórnvöld hafa náttúrulega verið að tyggja á síðan 1979 náttúrulega allt þetta bara, þú veist, það er allt bara, já, bara, þú veist, Death to America dæmið allt, sko og Ísrael, náttúrulega en, þú veist, ástandið er náttúrulega orðið þannig líka, þú veist, það er orðið það alvarlegt, við erum að sjá það oft, eða þú veist, bara eins og maður sá kannski þessi mótmælum sem voru í gangi síðast, voru svo einhvern veginn aftur að fara af stað skilur að, þú veist, ég meina það var einhver kæling hana í einhverja 40 daga og svo erum við aftur að sjá stúdenta allavega núna að fara á göturnar og byrja að mótmæla aftur, sko, þannig að við vitum náttúrulega að það er megn óana með stjórnvöld, sko, og ég meina þau eru náttúrulega líka einmitt búin að gera alls konar hluti sem að eru, þú veist, algjört rugl, þú veist, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona þú veist, ég sá þetta þessu einhvern tíðan lýst sem, sko, svona authoritarian neoliberalismi sem að er í gangi þannig í írensku stjórnkerfi líka sem að búa að, þú veist, einmitt draga úr þú veist, lögjum vinnuréttindi og allt þetta og selja, þú veist, eignir til einhverja svona félaga sem að eru, þú veist, nýja elitan einhver, sko, þannig að þú veist, það er rosalega erfitt að sjá, sko, að íransk stjórnvöld standi með írenskum borgurum, sko og það er náttúrulega, þú veist kannski það sem er náttúrulega flóki í þessu þegar við erum að sjá ákveðna breytingar í náttúrulega kannski bara svona alheimskerfinu einhvern veginn, það sem að einmitt, ég meina Ísrael er einhvern veginn búin að fá að einhvern veginn leika lausum hala sínu framgengt bara og þá er náttúrulega ekki gott að sjá einhvern veginn síðasta við falla gegn því, sko, sem að væri þá írönsk stjórnvöld, sko, en það breytir því ekki að írönsk stjórnvöld hafa einhvern veginn ekki komið, eða þú veist, það eru líka búin að vera einhvern veginn í þessum pakka, sko, að koma illa fram við sína þjóð og borgara í mjög miklum mæli, sko.
Segjum sér svo að hérna Trump takja ákvörðun og það var reyndar það var svona hérna frétt sem að ég las hérna helgina að ég varðandi þessa hugsanlegu innrás Bandaríkjanna í Íran að það var verið að skoða möguleika að skjóta hérna langdrægum eldflugum frá Íslandi til Íran vegna þess að Bretar þeir svona neituðu að hleypa Bandaríkjamönnum á okkurum svona hvað heitir þetta, svona herstöðum þar í landi til þess að fara í stríð við Íran, þannig að þeir fóru svona skoða á líti kringu sig og það er hann eitthvað í Portugal og það er á Íslandi og þeir eru þetta hérna og þá voru við orðnir beini þáttakandur í einhverju stríði sem er kannski svona áhyggjuefni auðvitað og hérna svona skrítin svona hliðarveruleiki en segir svo að þetta nái fram að ganga. Hérna verður skotið einhverjum flugum og frá Portugal og það er bara hérna komin innrás í Íran. Hvað, ég bara svona þú sem kannski þekkir menninguna og svona þú veist innviði og fleira slíkt, hvað sérðu fyrir þér að hérna mun það skila einhverju? Öðru heldur en bara blóðbaði og meiri óöld í veröldunni? Maður náttúrulega veit ekki hver þetta skilar en þú veist maður ég man ekki eftir vel hefnari innrás skilur sem átti að hérna að bjarga einhvers konar stjórnarfæri og þú veist og það hafi ítrekkað og alltaf í raun leitt af sér lengri stríðsátök fólksflutninga og allar þessar mannúðar krísur sem að verða til þarna sko þannig að þú veist ég meina þá ef þetta á sér stað þá held ég að það sé lang líklegast þetta sem við vorum að tala áðan að hérna ok, árin er kannski einhver svona strategi að taka út eitthvað sem háttsettum þú veist, aðsta leiðtónum og þessu liði sko þá finnst mér lang líklegast að einmitt einhver svona úr hernum komi og taki yfir eitthvað þetta þá náttúrulega neyðar ástand sem verður til En sér það ekki fyrir þér að Bandaríkin eigi eftir að hafa þá bein pólitíska afskipti þegar eftir að fara ég meina svona eins og þeir hafi gert í Venezuela er að reyna núna Já, en þeir geta það náttúrulega ekki og það er það sem við sjáum kannski líka í Venezuela er að þetta er svo skrítin aðgerð þar að þeir geta ekki breytt stjórnarfar í Venezuela Nei, en þeir náðu nú samt til sín hérna olíu, svona stórluta olíu þeir náðu vissulega að þú veist, setja stjórnvöld í svona annað, hvað að segja svona annan þangagang svona breyta vissulega hvernig samninga viðræðnar átt sér stað, skilur en ég held að það sé alveg svona einhvern veginn gefið að þú getur ekki breytt þessu utanfrá eða þú veist við höfum ekki séð það gerast að þú getur bara með hernaðar árás einhverjum, þú veist, ég meina það er að versta fyrir lýra er hernaðar ástanda því að þá til dæmis er ekki haldnar kosningar og allt þetta skilur og hérna og það er svona alltaf bara, þú veist, ég veit ekki hvernig svo árás ætti að líta út af því að þú veist, ég meina við erum náttúrulega líka að tala forseta og stjórnvöld sem er ómögulegt að lesa hann í Bandaríkjunum sko, sem að þú veist að hóta þessu, þú segir eitt og gerir eitthvað allt annað þú veist með þessa hugmyndum, þessa yfirburða samninga, tækni sem að menn er að beita og allt þetta sko og svo þú veist náttúrulega bara kannski má ekki gleyma svona hvað að segja enga virðingu fyrir alþjóðalögum og jafnvel bara mannréttindum almennt sko þannig að þetta er svona við erum með svolítið wildcard þar líka sko þannig að þú veist maður sér kannski ekki alveg nákvæmlega hvernig það ætla að framkvæma þú veist þessar hernaðar íhlutanir sínar sko, og tala nú ekki þegar þeir tala þetta svona, við ætlum að breyta stjórnvöld og þú veist, ég veit ekki alveg hvað það þýðir úr munni þeirra ef það er objektífið með þessum það því að það er enginn sem tekur við Nei, þú veist, og hvað er það að meina með því? Já, akkurat en það, í þessari deilu sem að er einhvern veginn svona þetta er svona
og það skrítið maður kannski, við sjáum lítið af fréttum hér á Íslandi, lítið kannski í vestrænum miðlum, það eru alls konar ástæður fyrir því svo sem sko, ég bara stöðu samningaviðræðna, hreinlega. Ég held að síðasta fréttin sem ég hafi lesið hafi verið bara fyrir 2-3 dögum þar sem að þeir voru Trump sagði svona þú veist, tók í kikkin og sagði nú fer ég alveg að sprengja einhver hernaðarmannverki Já og ég man ekki hver að var þessi bandaríski sem var að tala að vilja ekki nota orðið gefa eftir en að hann skildi ekki að Trump skildi ekki að Íranar vildi ekki gefa eftir Akkurat, já En hvar stendur þetta? Ég meina, eru þeir ennþá að tala saman eða þetta bara einhvern veginn svona að fjara svo litið út? Já, það virðist vera að sko þessum samningaviðræðum séu ennþá í gangi já. Og þú veist, aðstæðunar eru orðnar náttúrulega mjög skrýtnar sko en mér finnst svona skín í gegnum þetta að svona kannski það sé búið að hvað að segja, ganga rosalega langt frá hlið Bandaríkjanna minnstu kosti til að stilla Íranum við vegg og svo hefur það ekki verið að takast beint sko. Þannig að mér finnst svona kannski eins og eitthvað sem maður er búin að sjá er eitthvað svona fá við stríðsátök eða kraftaverka samning einhvern sko. Þannig að ég held að sé ekki svona mjög mikil bjartsýni á að þetta svona rætist en mér finnst samt svona eitthvað við erum samt að tala stjórnvöld sem að segja eitt og meina annað svolítið sko frá báðum hliðum svona einmitt þannig að við þurfum ekki svona eitthvað það er mjög erfitt að spá fyrir þetta og kannski líka langar með þess að óþarf að vera eitthvað svona of neikvæður á að þetta fari allt í hund og kött sko og þú veist ég meina kannski í svona eðlum kringumstæðum þegar við sæjum allan þennan flota eða þú veist allan þennan hernaðar mannskap einhvern veginn fara hana í kringum sko að kannski eðlum aðstæða myndum við vera alveg vissum að það væri að koma stríðsátök en svona þetta kaotíska bandaríska stjórnarfar finnst mér allavega að gefa einhverjum svona smá vonarglætum að það sé ekkert endilega að fara að gerast sko þó að þessu svipar kannski svolítið til þess sem var með Venezuela þar var sko ráðist að í rauninni forsetanum og hann var fyrst var hann mannréttindabrjótur og svo var hann fíkniefnasmyglari og þess vegna þurfum við að raða upp öllum flugunum okkar og skipunum að því að við ætlum kannski mögulega að fara að ráðast inn en síðan er hann tekinn og þú veist en ég meina en við erum kannski ekki ennþá komin þangað finnst mér með eitthvað svona þú veist það sem að var verið að búa til einmitt alls konar svona eitthvað einhverja retorík sem að mega ekkert sérstaklega mikið sens í kringum sko Venezuela til dæmis og þú veist og það var svona frekar augljóst að það var að vera að búa til eitthvað En hvað vilja Bandaríkin? Þeir vilja olíu eða ekki? Og innviði? Og bara, þú veist, já, og náttúrulega líka að stjórnvöld séu þeim, eða þetta er náttúrulega óþægilegasti ljárinn í þeirra þúfu, þannig að sko eru Íran, sko, hefur alltaf verið, sko. Að það er svo þægilegt að hafa alla, jámenn þarna, sko, eins og, já, þú veist, já, eins og Bandaríkin alltaf bara vilja hafa á sem flestum stöðum, sko. Þannig að þú veist, það er ekkert nýtt sko og náttúrulega búið sko mjög löngsaha fyrir því náttúrulega að svona Bandaríkin og náttúrulega Bretar á undan því og fleiri hafa náttúrulega viljað svona hafa stjórnvöld þar sér hliðhóll sko og þá spilar olía náttúrulega líka mjög stórt hlutverk og allir þeir svona já þetta gjöfla land sem náttúrulega Íran er sko. Hvað stendur Íran er eiga þessi bandamenn í Jemenum og Jórdanum og Líbanum og Egyptum á einhverju hluta. Er það ekki rétt hjá mér? Sko náttúrulega þeirra helstu bandamenn hafa alltaf verið þessi svona byltingar axis þarna sem er náttúrulega mörguleiti horfin sko. Þannig að sko já, staðan þeirra er náttúrulega orðin miklu verri. Hún er það, já. Heldur en hún var áður þar sem að það búið að þurrka út þessa svona bandamenn þeirra í þá já, sem er kringum Ísrael sko, Hezbollah og og Hamas. Já, og svo sem, já, ég meina
Jemen, já. Hútana? Já, það eru kannski ekki til stórraðana beint svona, ég veit það ekki. Ég las svo einhvers þar að þeir væri bara komnir í stellingar. Já, en þú veist... En þeir eru nú kannski ekki alveg nú margir til þess að... Nei, þetta ekki, þú vilt hafa fleiri með þér, meina ég, heldur hann bara þá, einhvern veginn, sko. Og svo einhver svona, þú veist, með einhver svona passív hvað var að hernað allavega samkommulega kannski við sko rússa og kínverja, þú veist að það var náttúrulega verið eitthvað svona vopn að fara þarna á milli og eitthvað svoleiðis sko en við erum kannski ekki að sjá beina hernaðar aðstóð eða neitt svoleiðis sko en þeir hafa verið kannski svona þeirra helstu svona viðskipta félagar og náttúrulega þú veist að rússar hafa verið að kaupa þeim náttúrulega einhverja dróna til þess að vera með í Úkraínu og svoleiðis sko þannig að það eru svona bandamennir en samt svona frekar kannski passífir ef við erum að horfa í sko horfi hérna ef þú kemur til stríðs eða eitthvað skonar hernaðar átaka þarna sko Innrás í Íran myndi hún þýða heimstyrjöld einmitt vegna þessara tengsla við hérna Rússa og Kína kannski og Norður Kóreu þetta hérna las það ekki starf þar var gríðarlegur stuðningur við Íran Já, einmitt það bara góð spurning og þú veist, ég meina það náttúrulega ég held að náttúrulega svona innrás og það sem við vitum náttúrulega Trump sem ætla ekki að byrja neinn stríð og vera neinu svona brassi í Miðausturlöndum friðarveluna hafi Nóbels já, einmitt að hérna second hand eða þú veist, ég meina viðkvæðið náttúrulega bara og kannski skiljanlega að þú viljir fara þarna inn með einhvers konar hvað við kallum þetta svona stutta aðgerð og hérna og svona inn út hernað einhvern sko trúin sem maður hefur á því náttúrulega ekki sérstaklega mikil sko að það takist einhvern veginn og þá svona kannski líklega en ekki þeir gerir svona alveg grein fyrir því líka náttúrulega þannig að hérna, þess vegna sem maður upplifir þetta kannski sem ákveðið bluff í einhverjum samningaviðræðum að þeir sé mættir hérna með allan hennan herafla sko að hérna hvað að segja að hérna að einmitt afleiðingarnar af því getur orðið svolítið stórt stríð sko mér finnst samt einhvern veginn ekki líklegt endilega að þú veist, ég sagði ekki fyrir mér Rússa og Kínverja endilega koma og bakka upp þarna hérna Írani sko að því að sko það sem að mann finnst kannski vera meira tónnin í þessu er sko þegar við vorum að tala um Bandaríkin og svona þessi lítilsvirðing fyrir alþjóðlögum og allt þetta að þú veist að það líka ákveðin stemning fyrir því í Rússlandi og Kína kannski líka þú veist að hérna að það megi bara ráðast inn í Tævan og það megi bara ráðast inn í Úkraínu og leggja undir sig það svæði sem að manni þóknast og fara inn með svona hernaðarvaldi án þess endilega að vera með einhver svona frábærar ástæður fyrir því einhvern veginn sko þannig að mögulega erum við frekar að sjá þróun í þá átt einhvern veginn það sem að þetta svona strongman dæmi þróast ennþá frekar en að sko þessir hinir strongmen að fara eitthvað að grípa inn í fyrir Bandaríkjaforseta sko þannig að mér finnst það kannski svona líklegra að það yrði þá já mér finnst náttúrulega þú veist ef þetta eru átök þá finnst mér líklegra að það yrði svona langdregnari átök frekar en styttri ok, kannski finna þér einhverja leið til þess að eitthvað svona gera þetta eitthvað stutt inn út eitthvað dæmi að þá erum við ekki að sjá held í neina breytingar á Íran nema þá kannski til hins verra ef við erum þá bara komin í einhvers konar svona hernaðar ástand það sem að þú veist það er náttúrulega brotið ennþá meira og það er náttúrulega það sem að gerist þannig í 12. stríðinu þegar þú veist Ísraelar og riðist inn í Íran er að það náttúrulega þú veist íransk stjórnvöld náttúrulega ofsóttu alls konar fólk sem þeir sótt hvað heitir að hérna voru að saka að vera handbendi Ísraela og svoleiðis skilur þannig að það er alls konar mannréttindabrot náttúrulega og sko sem þrífst í stríðsástandi og eins og við vorum að tala um að lýðræðið þrífst alls ekki í
í stríðsástandi sko, þannig að já, allir það Það er bara svona til þess að súmara hérna, já, það er svona spurningur sem að ég lagði upp með hérna upphafi, svona hver er vondukallinn, þá er bara allir kannski alveg hræðilega vondir eða þá að kannski að hérna bara svona ég veröldur sé bara á ansi skrýtnum stað í hérna stjórnarfari við séum bara búin að byggja okkur upp hérna einhver kerfi sem að kannski gera það verkum að það eru svona ekkert, já það eru mjög skoðir aðilar sem svona setjast í valdastóla og við kannski, já þetta er svona, þetta er, já ég veit ekki, þetta er svona baráttan er kannski, hún er ekki bara það, hún er svona stærri, hún er stærra mál, þetta er svona, þú veist, já, nákvæmlega það. Já, það er eitthvað svona, það er pínu erfitt að vera bjartsýnn með þetta og þú veist, og mér finnst það að vera þegar maður har fylgst með írönskum stjórnmálum í smá tíma að þú veist að það hefur alveg bara verið að keyra út í skurð sko bjartsýn þar að maður eitthvað getur breyst þar að innan þeir hafa einhvern veginn bara orðið harðari samt á einhvern veginn öllu og að bara þú veist sem ef konur hylja ekki hár sitt þá er íslamska lýðveldi tilgangslaust hérna retorikinn sem að þú veist það er ekkert gefið eftir sko og svo hinliðin að þú veist, ok, ef það væri einhvers konar lýðræðiskostningar þá erum við með haugana hinum einn einhvern veginn sem að hafa svona já, leynt og eiginlega bara alls ekki neitt leynt svona líst því yfir að þeir muni hafa einhvers konar áhrif á það, þannig að svona og það er kannski, ég veit ekki það er kannski eitthvað svona glóbalt bara einhvern veginn svona að þú veist að lýðræði náttúrulega áendir högg að sækja og þú veist, ég meina bandarískar kostningar sleppa ekki heldur við þetta þú veist, þannig að rússar séu með puttan í því og allt þetta sko, þannig að þetta er bara þetta er ekki gott ástand sem við erum akkurat í núna, kannski bara yfir höfuð. Skrýtnir tímar. Já, eða þú veist, þetta er eitthvað ákveðið, kannski transition já, þetta er svona tíma, einmitt, í gangi, sko, og það er svona kannski pínu erfitt að svona ætla að greina þetta út frá hefðbundnari svona mynstrum í raun, sko og þú veist, saman bara allir þessi herafli sem komin til, eða í kringum Íran, einhvern veginn, sko, þýðir það í raun og það er erfitt að sjá þegar staðan er orðin svona, sko en hérna ég með langar að vera jákvæður sko já, einmitt, það er svona það er pínu já, það er alltaf það styttir alltaf upp úr síðir það er alltaf, það er að horfa á þannig að hérna að það er yfirleitt eitthvað sem að kemur út úr svona, já, svona vondum stríðs- og krepputímum það er, ef þú veist já, einmitt það er bara svona hversu blómstrar allt já, hversu bara svo við fáum inn í stríðstímana ásöldi eftir að koma í ljós og hvað fáum við að sjá það sko okkar líftíma það er eitthvað sem við fáum kannski ekki svona erfiðast að ná utanum og kannski svona, já, leiðilegast já, það er svona kannski pínu í byrjunum á einhverjum fasa sem er erfitt að svona akkurat já, ætla líka bara að vera svolítið já, sjá svona kalt hvernig á eftir að fara sko. Akkurat. Kjartan Orri Tórsson miðausturlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Íran, takk að kella fyrir að koma hérna og svona, já, svona reyna einhvern veginn að draga upp mynd hérna af því ástandi sem já, við stöndum frammi fyrir heiminum gagnvart Íran og klerkastjórninni. Þetta er ekki auðvelt mál að ná utanum og ég kannski fæ að hnippa í þig hérna aftur ef að það verða, já, einhverja stóra vendingar. Takk. Og þú ekki við það meira, hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.